Hebreabréfið 11. kafli. Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til af því séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna að því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hafi verið Guði þóknanlegur. En án trúar ógerlegt að þóknast honum. Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Fyrir trú fékk Nói bending það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Fyrir trú hlýddi Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob, voru samerfingjar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirrar borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingar meistari. Fyrir trú aðlaðist Abraham kraftilegna son og þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafi gefið. Þess vegna kom út af honum einum manni og það mjög ellihrömmum, slík niðja mergð sem stjörnur á himni og sandkorn á sjávarströnd, ekki verður tölu á komið. Allir þessi menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sýna með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Hefðu þeir nú átt við ættjörðina sem þeir fóru frá, þá hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blíðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak hann var reyndur, og Abraham sem fengið hafði fyrirheitin var reiðubúinn að fórnfæra einkasyni sínum. Við hann hafði Guð mælt. Afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þess jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum. Þess vegna má svo að orði kveða að hann heimti hann aftur úr helju. Fyrir trú blessaði Ísak þá Jakob og Esau einnig ókomna tíð. Fyrir trú blessaði Jakob báða sonu Jósefs hann var að dauða kominn og laut fram á stafshúnin og baðst fyrir. Fyrir trú minntist Jósefið ævilokinn á brottför Ísraelsona og gjörði ráðstofun fyrir beinum sínum. Fyrir trú leyndu foreldrar Móse honum í 3 mánuði eftir fæðingu hans af því að þau sáu að sveinninn var fríður og þau létu eigi skelfast af skipun konungsins. Fyrir trú hafnaði Móse því hann var orðinn fulltíða maður að vera talinn dóttursonur Faraós og kaus fremur illt að þola með líð Guðs en njóta skammins unaðar af syndinni. Hann taldi vanvirðu Krists meiri auð en fjársjóðu Egyptalands því hann horfði fram til launana. Fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins en var öruggur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Fyrir trú hélt hann páska og lét rjóða blóðinu á húsin til þess að eyðandi frumburðana skyldi ekki snerta þá. Fyrir trú gengu þeir gegnum Rauðahafið sem þurrt land og Egyptar freistuðu þess, drukknuðu þeir. Fyrir trú hrundu múrar Jeríkóborgar menn höfðu gengið í kringum þá í 7 daga. Fyrir trú var það að skækjan Rahab fóst ekki ásamt hinum óhlýðnu þar sem hún hafði tekið vinsamlega móti njósnarmönnunum. Hvað á ég orðlengja framar þetta? Mér myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gídeon, Barak, Samson og Jefta og af Davíð, Samúel og spámönnunum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðkuðu réttlæti, öðluðust fyrirheit. Þeir byrðu ginljóna, slökktu eldsbál, komust undan sverðsækjum. Þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir, gjörðust öflugir í stríði og stökktu fylkingum óvina á flótta. Konur heimtu aftur sína framliðnu uppreisna.
Aðrir voru pyndaðir og þágu ekki laust til þess að þeir öðluðust betri upprisu. Aðrir urðu að sæta háðsyrðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, höggnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinnum, allsvana, aðþrengdir og illa haldnir. Og ekki áttu heimurinn slíka menn skilið. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. En þó allir þessir menn fengju góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skyldu þeir ekki fullkomnir verða. Hebreabréfið 12. kafli. Fyrst vér erum umkringdir slíkum fjölda votta, léttum þó af oss allri byrði og viðloðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem vér eigum framundan. Beinum sjónum vorum til Jesú höfundar og fullkomnarar trúarinnar. Vegna gleði þeirra beiðans leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Í baráttu yðar við syndina hafið þér ekki ennþá staðið í gegn, svo blóð hafi runnið, og þér hafið gleymt áminningunni sem ávarpar yður eins og syni. Sonur minn, lítisvirð ekki hirtingu drottins og lát ekki heldur hugfallast hann tiftar þig, því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvern þann son hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? En séu þér án aga sem allir hafa fyrir orðið, þá eru þér þrælbornir og ekki synir. Enn það að við byggum yfir aga jarneskra feðra og bárum virðingu fyrir þeim. Skyldu mér þá ekki miklu fremur vera undirgefnir föður andanna og lifa? Feður vorir öguðu oss fáa daga eftir því sem þeim leist, en oss til gagns agar hann oss svo að við fáum hlutdeild í heilagleika hans. Í bili virðist allur agi að vísu ekki vera gleðiefni heldur hrigðar, en eftir á gefur hann þeim við hann hafa tamist, ávöxt friðar og réttlætis. Rétti því úr máttana höndum og magnþrota knjám, láti fætur yðar feta beina brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Stundið frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin litið. Hafið gát á að engin missi af Guðs náð, að engin beiskjurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af. Gæti þess að eigi sé neinn hórkarl eða vanheilagur eins og Esá sem fyrir einn málsferð lét af hendi frumburðarrétt sinn. Þér vitið að það fór líka svo fyrir honum að hann var rækur gjör þegar hann síðar vildi öðlast blessunina þó að hann grát bændi hana. Hann fékk ekki færa á að eyðrast. Þér eruð ekki komnir til fjalls sem áverðu þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, myrkus, ofviðris og básúnu hljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust undan því að meira væri til sín talað. Því þeir þoldu ekki það sem fyrir var skipað. Og þó það sé ekki nema skepna sem kemur við fjallið, skal hún grýtt verða. Svo ógurlegt var það sem fyrir augu bar að Móse sagði, ég er mjög hræddur og skelfdur. Nei, þér eru komnir til Síónsfjall og borgar Guðs lifanda, hinnar himnesku Jerúsalem, til 2000 engla, til hátíðarsamkomu og safnaðar frumgetina sem að himnum eru skráðir til Guðs dómara allra og til anda réttlátra sem fullkomnir eru orðnir, og til Jesú meðalgangara nýsáttmála og til blóðsins sem hreinsar og talar kröftulegar en blóð Abels. Gæti þess að þér hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim gaf guðlega bendingu á jörðu, komust ekki undan. Miklu síður munu vér undan komast ef við gjörumst fráhverfir honum guðlega bendingu gefur frá himnum. Raust hans lét jörðina bifast fyrrum, en nú hefur hann lofað, enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina, heldur og himinin. Orðin enn einu sinni sýna að það sem bifast skapað og hverfur, til þess að það standi stöðugt sem eigi bifast. Þar sem því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum þakka það og þjóna Guði, svo sem honum þóknast með lotningu og ótta, því að vor Guð eyðandi eldur. Hebreabréfið 13. kafli. Bróðurkærleikurinn haldist.
Gleymið ekki gestrisninni því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Minnist bandingjana sem væru þér sambandingjar þeirra. Minnist þeirra illt líða þar sem þér sjálfir eruð einnig með líkama. Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð, því að hórkarla og frillulífsmenn mun Guð dæma. Sýnið enga fégirni í hegðun yðar en látið þér nægja það sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Því getum ég öryggis sagt, Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Verið minnugir leiðtoga yðar sem Guðs orð hafa til yðar talað. Virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jesú Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Látið ekki afvega leiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Það er gott að hjarta styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir sem syntu slíku hefðu eigi happ af því. Vér höfum altari og hafa þeir, tjaldbúðinni þjóna, ekki leyfi til að eta af því. Því að brennd eru fyrir utan herbúðirnar hræ þeirra dýra sem æðsti presturinn ber blóðið úr inn í helgidóminn til syndafórnar. Þess vegna leið og Jesú fyrir utan hliðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Göngum því til hans út fyrir herbúðirnar og berum vanvirðu hans. Því að hér höfum við ekki borg stendur, heldur leitum við hinnar komandi. Fyrir hans skulum við því án afláts bera fram lofgjörðarfórn fyrir Guð, ávöxt vara játa nafn hans. En gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni, því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Hlýðið leiðtogum yðar og verið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir getu gjört það með gleði, ekki andvarpandi. Það væri yður til ógagns. Biðjið fyrir oss, því að vér erum þess fullvissir að vér höfum góða samvisku og viljum í öllum greinum breyta vel. Ég bið yður enn rækilegar að gjöra þetta, til þess að þér fáið mig brátt aftur heimtan. En Guð friðarins leiddi hinn mikla hirði sauðana, Drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknanlegt er í hans augum fyrir Jesú Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Ég bið yður bræður að þér takið vel þessum áminningarorðum. Fáort hef ég ritað yður. Vita skulu þér að bróðir vor Tímóteus hefur verið látin laus og ásamt honum mun ég heimsækja yður, komi hann bráðum. Berið kveðju öllum leiðtogum yðar og öllum heilugum. Mennirnir frá Ítalíu senda yður kveðju. Náð sé með yður öllum.